Góðan daginn og hjartanlega velkomin í Sísíkústundin. Í dag hefur við fengið til okkur Sigurður Arnar Ólafsson, en hann gæðastjóri hjá Kópavogur. Sigurður, velkomin. Takk fyrir. Viltu kannski aðeins að byrja og segja frá bakgrunnurinn? Já, hver ég svona. Herði, ég heiti sem sagt Sigurður Arnar Ólafsson, var ættar að norðan, þinggengur ætt á uppruna og bjó á Akureyri fram til 2010. Ég viðskiptafræðingur mennt og tók svo kerfisfræði ofan á það og lærði í Danmörku kerfisfræðina og fljótlega eftir ég kom heim þá byrjaði ég að vinna hjá upplýsingatæknifyrirtækjum í hýsingu, fyrirtæki eins og Þekking og Nýheri. Og síðan fór ég út til Noregs 2010 og var að vinna þar í 8 ár hjá 2 hýsingufyrirtækjum í viðbót. Annað hitt Telcomputing og hitt heitir Segal. Telcomputing heitir núna Visolit. Og ég var að vinna í ýmsum störfum í kringum upplýsingatækni fyrstu árin en einhvern veginn endaði ég oft í þjónustustjórnun. Ég var yfirmaður yfir þjónustuveri hjá Þekkingu í nokkur ár. Var svo þjónustustjóri út í Noregi og var að þjónusta eitt af stærstu olíufyrirtækjum heims sem heitir Gas de France og var þjónustustjóri Telcomputing gagnvart þessi fyrirtæki og þar var mikla kröfur ferla og góða þjónustu. Og þaðan leitist ég svona inn í gæðastjórnun og skipti svo yfir eftir 3,5 ár hjá Telcomputing, fór til Segal og var þar gæðastjóri. Og var við að innleiða þá ISO 27001 sem upplýsingaöryggisstaðallinn og 9001 som gæðastaðallinn. I Norge säger du då kan vi tala norska kanske, ja, men då förstår de inte vad de andra förstår de inte vad vi säger så vi skulle halta kanske också vid isländska. Ja. En så tókstu við starfi hjá Kópavogur. Já. Hvenær byrjaðu þar? Ég byrjaði þar í 1. mars 2020. Flutti heim 2018. Var 1 ár hjá KPMG í ráðgjafarþjónustu og fór svo til Kópavogsbæjar þegar bauðst starfgæðastjóra þar. Já, Kópavogur náttúrulega ótrúlega stórt bæjarfélag. Það hlýtur að vera bæði áskorun og frestandi og með mikið tækifæri. Hvað var þetta sem gerði að það tók starfi hjá Kópavogur? Já, þessi ekki bara gamli keppnismaðurinn, sko. Ég búinn að vera í íþróttum eiginlega alla mína ævi. Spilaði blak með Káa í yfir 20 ár og einhverjir íslensmeistarar til að liggja þar að baki og blundar alltaf í manni að hafa svona einhverjar áskorunir og Kópavogsbær sannlega áskorun. Nærri 40.000 manna bæjarfélag og veltu upp á hátt í 40 milljarða og þetta eru 5 svið og öll svið bæjarfélagsins, þessi að bæjarskrifstofurnar eru vottuð. ISO 9001 og það var starfið sem tók að mér að halda áfram með gæðastarf og gæðavottun Kópavogsbæjar. Já, það var einmitt það sem ég langar að spyrja þig. Hvernig var stöðuna því að þú byrjaði? Þú varst að nefna að hafa ánum að reka eins konar stjórnkerfi. Já. En viltu lýsa aðeins stöðuna þannig að þú byrjaði? Já, það var ýmislegt sem að þurfti að taka á. Við vorum að fara yfir nýtt upplýsingakerfi, vorum að taka upp CCQ, upplýsingakerfið, til að halda utan öll okkar gæðaskjöl. Það var búið að vera í ýmsum öðrum kerfum áður og gæðastjórinn okkar Árni Þór Hilmarsson sem hafði unnið frábært starf þarna í 10 ár var að hætta, bara kominn aldur og var búinn að vera í hálfri stöðu nokkuð lengi en það var svona svolítið uppsafnað verkefni og síðan kemur í ljós að við erum svona einhverju leyti ennþá að vinna eftir gamla ISO 9001 þar sé að 2008 útgáfunni. Þannig að það þurfti svona þess að skerpa á áherslum 2015 staðarins sem kom þá, sérstaklega áhættustjórnun, frábreiðastjórnun og kannski aðeins meiri áherslu á mælanleg markmið. Þetta eru svona þessir kannski 3 þættir sem eru svona drifkraftar. Akkurat. Og ef við þá aðeins burt sér frá kannski stjórnkerfi sjálft, hvernig var menningin, hvernig voru starfsfólk að taka til sín gæðastjórnunarstarfi? Var það hversdagsmál hjá hverjum eða viltu kannski aðeins og segja hvernig var þá og
Já, þess að vegferðin hvernig það núna. Já, ég var nýkomin á námskeið frá vottunaraðilanum okkar sem heitir BSI sem var að fara aðeins yfir hvernig maður getur horft á stjórnunkerfi. Og það má líka þessu stundu við tré, það sem þú ert með sko fallegt tré en það sem skiptir máli kannski ræturnar sko. Þú veist, ef það eru litlar rætur og kemur vindur og fellur á hliðina, ef það eru mjög stórar og sterkar þá svignar það ekki og kannski bara hreinlega brotnar ef það kemur mikill vindur. Og hjá okkur var þetta kannski þannig að það var fullt fáir að bera upp í kerfið. Aðal stjórnendur Kópavogsbæjar voru að bera upp í kerfið ásamt gæðastjóra að miklu leyti. En við þurftum að leggja meira áherslu á að fá þetta niður til millistjórnenda og starfsmanna. Og það mikið vinni undanfarið farið í það hreinlega að kenna fólki hvað stjórnunkerfi gæða og til hvers og hvað getur að gefa okkur. Þetta er tól og tæki sem maður getur aukið skilvirkni og bætt þjónustustig og svo framvegis. Og menn þurfa að átta sig á hvaða tól og tæki í verkfærakistunni til þess að geta nýtt sér þau. Já, akkurat. Þetta er svona eins og með smiðurinn sko, þú ætlar ekki að gera allt með X-inni sko, eins og víkingarnir gerðu í gamla daga, heldur núna komin sögu, hamar og sporjárn og ýmislegt fleira sem hægt að nota. Nákvæmlega, og ég meina þetta líka rætuna getur verið þannig sterkir að mann með þennan að við erum búin að gera þetta í 15 ári, okkur longan og ekkert og koma með neina nýjungar, en mér skilst að það hefur tekist býsna vel að fá stuðningur frá... Já, það hefur gert það sko. Æðstu stjórnendur bæjarfélagsins hafa stutt mig mjög vel og bæjarstjórinn og bæjarstjórn. Og það má ekki gleyma því sko að Kópavogsbær eina sveitarfélag á Íslandi sem búin að komast í það að geðvotta alla stjórnsýsluna sína. Þannig að við erum ákveðnir brautryðjendur og við erum svolítið bara að finna upp hjólið, hvernig á þetta virka. Til dæmis þetta samtal við bæjarstjórn sem okkar æðsti stjórnandi. Upplýsingagjöf til þeirra og ákvörðunartaka, upplýsingar markmið og mælingar, áhættur, frábrigði. Það þarf að finna rétta balansinn í þessu, milli stjórnsýslu og stjórnar, sem sagt bæjarstjórnar. Og við erum búin að vera svona feta þá slóð. Akkurat, þú var ímynd að segja það að þið eina bæjarfélag sem með vottun. Hvaða vottanir þið með? Sko, við erum með, náttúrulega ISO 9001 vottunina, síðan erum við langt komin með bara jafnlaunavottunina. Aðra vottanir eru ISO minnir sér 37.120, það snjallar borgir, þetta er ekki stjórnkerfisstaðall, þetta er sérstakur staðall sem rekinn af fyrirtæki út í Kanada en gengur út á að mæla þjónustustig borga eða bæja sem að taka þátt í því. Já, einmitt. Snjallar borgir þetta stundum kallað. Já, akkurat, já. Já, ég var búin að heyra þá. En þið voru núna samt sem aður og klára vottun. Var það 9001 vottun sem þið voru gangað? Já. Viltu lýsa aðeins vottunarferli? Við erum alltaf ennþá að glíma við COVID. Hvernig var þetta framkvæmt að þessu sinni? Sko, kannski bara byrja í vottunarferlinu sem var í desember janúar 2020 og 2021. Það var allt saman gert meira og minni í gegnum Teams. Og allir fundir voru meira og minni á Teams og það gekk svo sem bara alveg ágætlega. Núna hins vegar þá tókst okkur nú að halda flesta fundina á staðnum sem betur fer. Við erum svolítið leið að vera alltaf í Teams. En það var nú samt þannig að það komu 50 manna takmarkanir núna ekki fyrir löngu og við vorum að loka milli hæða hjá okkur á bæjarskrifstofunni, þannig að ég gat tekið þá með mér sem voru minni hæð en ekki þá sem vera hæðinni fyrir neðan. Nei, akkurat. Og þetta var svona pínu blanda Teams og á staðnum en mest á staðnum sem betur fer. En fengu úttektararinn aðgang á CCQ eða? Í rauninni bara í gegnum deilingu á skjá. En það er hægt að gera þá. Við höfum gefið, til dæmis í jafnlaunavottunum, þá höfum við gefið ytri úttektaraðila aðgang að kerfinu í gegnum internetið og það virkaði bara ljómandi vel sko. En alla jafna þá þarf þess ekki, maður sýnir bara þessi skjöl sem maður þarf að sýna bara á skjánum og
Og svo beðið þá sannanir og menn eru stundum að senda þá skjöl úr kerfinu til vottunaraðila sem staðfestingu á eða sannanir fyrir því að hlutinir séu eins og þeir eiga að vera. En til að reka vottun núna, þá eru við með geðhandbókina, þið er með ábendingar og þið er með úttektir, ekki sagt? Jú. Þetta eru svona þessi kerfi sem við notum mest og svo hugsanlega verða fleiri kerfi tekin í nokkun seinna. Við höfum náttúrulega verið að framkvæma áttustjórnun líka og við höfum nú gert það sem sagt í rauninni bara í gegnum ákveðið Excel-skjal, bara til að fá þessa yfirsýn sem er svo gott að hafa, sem að maður getur náð í gegnum Excel og við erum náttúrulega með mörg svið og margar deildir, við erum með eitthvað rétt 25 deildir sem við þurfum að halda utanum sko. En við kannski sjáum fyrir okkur að tengja þetta svo inn í CCQ-kerfið með því að þá að stofna áhættur í þeim tilvikum sem að geðaskjölin virka sem stýringar eða eftirlitsþættir og þá gerur þessa tengingu þessi tvö geðaskjöl lækka þessa áhættu niður og þá er fínt að stofna það inn í kerfinu og sýna að það er átt að tengja þessum skjölum. Akkurat, já, og svo er náttúrulega reyka persónuverndin líka þá í gegnum frágagreiningin og eignaskrána, veit ég. Já, akkurat. En segðu mér núna, hvernig gekk það úttektin? Herðu, hún gekk bara vorum framar. Við fengum ekkert einasta frábrigði sem er alveg ótrúlega ánægjulegt. Já, vá. Og 5 tækifæri, held ég við fengið 5 eða 6 tækifæri. Já. Og alltaf eitthvað sem hægt að gera betur en ekkert frábrigði og það er virkilega ánægjulegt og þetta hrós til minna samstarfsmanna að hafa staðið sig svona vel. Já, bara innilegt til hamingju með þetta. Þetta er alveg, já, það er ekki oft sem mann heyrir að mann fá ekki frávik í úttekt, sérstaklega ekki svona stór úttekt. Nei, það er bara glæsilegt, vel gert. Algjörlega frábært. En þá er 2021, það er að ljúka núna, þannig að við erum búin að klára vottun, þannig að nú byrjar eiginlega svolítið ný bók. Hvað á að standa á fyrsta blaðsíðuna? Heyrðu, sko, það er nú stundum að tala það þegar mann er að breyta einhverju við breytingastjórnun og vill svo til ég er í faghópi á stjórnvísi breytingastjórnun og og það er eitt mikilvægast við breytingastjórnun, það er að fá hlutina til að sitja. Það er að segja, til dæmis ef þetta innleiða nýjar verklagsreglur í kringum setningu markmiða eða framkvæma áttustjórnun eða áttumat áttustjórnun. Þá þarf þetta að virka ekki bara einu sinni, sko, heldur áfram, aftur og aftur. Þannig að fókusinn á næsta ári verður svolítið bara að vinna áfram með þetta, gera markmiðin okkar aðeins betri, auðveldar mæla oftar, kynna markmiðin fyrir starfsfólki. Við erum að huga því til dæmis að útbúa mælaborð fyrir stjórnendur. Við erum með 5 svið, sjáum fyrir okkur 5 mælaborð, eitt fyrir hver svið, þar sem stjórnendur geta séð sínar lykilþjónustur og hvernig staðan er á þeim. Hvernig var síðasta mæling? Var hún græn, allt í góðu, var hún gul, ekki alveg eins og við viljum hafa hana, eða var hún rauð? Það er að segja hreinlega frábrigði á þessa þjónustu sem við viljum þá taka í gegn og laga. Þannig að þetta er svona áherslan, jú, og frábrigða skráningin, efla hana, fá fleiri til að taka þátt í að leysa þessi frábrigði, loka þeim, gera rótagreiningar, hvað getum við gert til að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Við viljum náttúrulega ekki að frábrigði gerist aftur, það á að vera nógu uppgöta einu sinni og finna rótorsök og laga og reyna svo þess að þetta gerist aldrei aftur. Því að frábrigði geta verið mjög dýr og slæm fyrir. Akkurat, og ég meina það er náttúrulega svona, þetta er náttúrulega bara í hjarta og lungu í geðstjórnarkerfinu að við viljum gera betur á morgun en í dag. Þannig að þetta er mjög mikilvæg þáttur í starfinu. Stöðugar umbætur, sko. Stöðugar umbætur, það er alveg hárrétt. Og með þessum loka orðum þá þakka við kærlega fyrir að þið hafið hlustað okkur í dag. Ég þakka Sigurður alveg kærlega fyrir að koma hér í dag og ég heiti Marja. Þetta er CCQ-stundin.